Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég er mætt með gest í dag, hana Lilju Oddsdóttur, hún hefur verið hjá mér áður, en af því það er að nálgast jól að þá ákvað hún að kynna fyrir okkur biblíuolíurnar svo kölluðu vegna þess að það getur verið dásamlegt að hafa slíkan ilm í húsinu einmitt hátíðarnar. Velkomin Lilja. Takk fyrir Guðrún, takk kærlega. Það er bara mikil ánægja að tala svolítið að því Young Living er með kassa sem heitir The Oils of Ancient Scripture. Vá, og með svona fallegri mynd á. Já. Æðislega. Og það er svo fallegt á baku hjá þér þegar alveg maður kemst í hátíðastemningu bara að horfa á Já, úðarana hjá þér og ljósin, sko. Þannig að ég var einmitt að var að spá í áður en að við byrjum að hvort ég þátt að setja jólalag á bakvið en það er kannski aðeins svo snönd. róum okkur sko, það er líka hægt að hlusta á þetta allan á sig syng. Já, einmitt, þar Þetta fyrir. er þannig, þannig olíur, þetta er bara svona allir heilunar olíur. Já, Já. kassin er svona og það eru allar svona gull, það eru gullolíur. Vá, en flottar. Og ég kem í gulldressinu sko. Já, til að vera í stíl, já, já, dásamlega. En já, og þetta er sem sagt 10 olíu sem er talað í Biblíunni og það er minnst eitthvað 150 mismunandi tilvitnanir í þessum gömlu handritum, annarkvort gamla testamentinu eða Biblíunni. Og ekki það ég er ekki sérlega vel aðnir í Biblíunni en ég er bara fer yfir svona það sem upplýsingar sem ég hef fengið og eru tilvitnanir og ég ætla svo sem ekkert að fara í einhverju tilvitnanir úr Biblíunni heldur fara bara yfir olíunar og gaman að segja frá því ég er hérna með grein sem ég klippti út árið 2005. Gull, reykelsi og myrra. Já, Vá. þetta er alveg ótrúlega fræðandi grein og ég kannski Í hvað blaði birtist hún? Morgunblaðinu, sunnudagins 11. desember 2005. Vá. En það er sjálfsagt hægt að finna hana eftir Sigurð Ægisson. Já, orglein á tímarit.is. Já, mitt. Bara mjög, og alveg bara svakalega löng grein, sko, alla, trén og jurtirnar og afbrigðin og hvað þetta var tekið og ýmislegt og Þannig hann er í rauninni að lýsa þeim jurtum sem að olíurnar voru unnar úr. Já, gull, hann var að tala líka bera saman mitt gull, og gull, reykelsið er frankincense, olían. Já. Kölluð reykelsi og reykelsis tré í þessu og í þýðingum í Biblíunni og einmitt að tala það að gull, pundið af gulli og reykelsi kostaði mjög svipað á fyrstu öld eftir Krist. Það segir náttúrulega ekki smá gildi reykelsisins. Þetta voru bara svona verðmætin. Já, já. Og 2005 þá talaðum að pundið sé á 45.000 krónur íslenskar sem er kannski, ég veit ekki hvað það er mikið meira núna, kannski 150.000. Já, af gulli. Og myrran var 6 til 7 sinnum dýrari. Vá. Hún var dýrari en gull og frankincense. Ok, þannig ég ætla kannski ekki að byrja að tala frankincense og myrru heldur, ég ætla að byrja að tala svona óalgengustu olíurnar í kassanum sem eru ónika, getum bara að byrja á henni, hún heitir ónika en er samt búin að vera notuð í mörg, hvað er hún hérna í þessum kassa? Ónika, hefur verið notuð mjög lengi sem hún heitir benzoan tinctura sem sótthreinsi efni á sjúkrahúsum. Já, já. Hún er mjög svona, mjög mild og falleg lykt af henni, svolítið svona vanilu keimur en hún er mjög heit. Hún er einu sem heitu olíu, maður ekki að nota hana óblandar og blanda á húðina. Já, benzoin olía, Styrax benzoin. Þannig að maður þarf að nota hana, ef maður ætlar að nota hana, er gott að blanda hana við nuddolíun okkar, V6 nuddolíuna. Já, þannig blandin í hreinan olíugrunn. Já. Já. Flesta getur maður sett í lóana, því lóin er líka svona sterk húðin í lóanum, en hún
Já, þetta svona eina af oljum sem kannski, og fólk yfirleitt ekkert að kaupa þessu olíu, ég veit ekki eins og hvort hún til. Já, stök, já, ég skil, hún bara kemur í kassa. Já, í Já, kassanum. Svo það Cassia, hún svo sem alveg, alveg svona ekkert óalgeng olía en hún eins og kanill. já, Mjög kanill, hún mjög heitt og heldur ekki nota hana óblanda á húðina, en hún mjög hreinsandi eins og kanill. Hefur verið örlítið svona aðeins meiri sætari keim að maður smakkar á henni, þegar alveg hægt að smakka á henni. Þetta svona pínu eins og chili, en hún dísæt. ok. Hún sko, ég held ef einhverju man eftir tyggjói sem hétt Red. Ég man ekki eftir því, nei. Og margir sem smakka á þessu, þeir bara muna strax eftir þessu tyggjói. Já, eða svona bragðið, já. Sem var af Red og það var svona pínu spicy og sætt. Og hvernig nota maður þá Cassia? Þegar þú segir heitt á styrða vöðva eða... Já, hún getur blandað hann og sett líka bara undir iljarnar eins og vorum að tala með Thieves, mjög hreinsandi og í blöndu frá Young Living sem heitir Exodus, sem í raun og veru bara að blanda úr biblíuolíunum eins og Thieves. Já, svona blanda sem mjög sóttreinsandi, já. Og styrkjandi. Góð til innöndunar á fæturnar, auka orku og heilbrigði. Hún mjög háa tíðni. Hún gott að blanda hana. Spennandi. Getur verið eftir að nota hana. Nei, þetta Cassia. Hún nú alveg sést, nú alveg stundum hefur verið gjöf. Og svo það ein sem heitir Rose of Sharon eða Sistus. Já, í búðinni, ef maður leita að henni, þá heitir hún Sistus. Já. En í biblíunum kalluð Rose of Sharon. Og hún, ég með svona enska lýsingar an oil of elevating the emotions. Þannig hún svona uppliftandi. Fyrir tilfinningarnar. Já, hún mjög... Og fyrir jólagleðina. Já, uppliftandi. Erleikan, og svo bara, já. Algjörlega. Hún mjög sérstakann ilm. Hún líka úr svona, hún úr svona runna, hún kemur frá, hún búin til Spáni. Já. Klístruð, hún svona þykk. Þannig maður þarf að bíða lengi eftir að koma í dropi. Já, hún hefur svona þungan, það svona eins og gullisar olíur. Já, það svona eðlisþyngdin meiri. Já. Svolítið klístru, hún hún góð fyrir kvenheilsu, hún mjög vinsæl í ylfasframleiðslu, hún getur gott að blanda henni í að því hún svona svolítið þung, hún kannski þungna. Hefur líka háa tíðni, örvar frumur líkamans, góð fyrir taugakerfið. Þegar þú segir góð fyrir konur, þá ég að spáði hvort hún sé góð til þess að bera á til dæmis kviði. Já, hún bara ábyggilega góð fyrir svona kvenhormón og kvenheilsu. Já. Já, einmitt, getur bóra hana á neðri hluta kviðarins. Það ekki mælt með að nota hana á meðgöngu, bara svona sem varóð. Já. Og með margar oljur. Hún líka kölluð eyðimerkur blómið, þessi jurt. Já. Eða lilja vallarins. Já. Hún mjög sérstök. Já. Þetta spennandi. Ég að bíða eftir mínum pakka, sko, þannig að ég ekki búin að fá ennþá jólailminn. Einmitt, sko, ok, svo kemur myrtul, sem við þekki hana, myrtla. Já. Hún óbúslega létt olía, an oil of freedom and new beginnings. Vá, þetta nú olía sem allir ættu bara að setja á sig áramót þegar nýtt ár að koma. Þú veist, og líka núna út af allir þeim breytingu sem með pláneturnar og það svo miklar nýtt upphaf að gerast, sko. Kassi mjög góður fyrir það, mjög margt, sko. Já. Hún til dæmis í purification, jáfnvel í RC, en allavega hún í mörgum svona innöndunar oljum að því hún mjög góð fyrir öndunarveginn. Hún líka í Endoflex sem svona í hormónastyrkjandi olja. Já.
Hún er óbúslega létt. Hún er svolítið eins og eukalyptus. Já, Svona ábygglega erum með við mjög, svona skarpa hérna já, lykt. létta skarpa lykt. Hún er mild, það má nota hana fyrir börn, hún er nota hana á húðina. Og blanda það þá á Já, húðina. Já, hún er ekkert ertandi. En auðvitað þurfa allir bara að prófa svolítið hvernig húðin er. já, ég meina við ættum að gera það með krem hvort þið er, svo þetta með olíu líka. Já, Einmitt. bara bera á smá hérna, bletta á þetta Innan með á handlegg. handabakkin eða innan handar eða eitthvað, sko, já. Já. Og sérstaklega ef maður veit að maður er viðkvæmur og þegar maður er að byrja að nota olíurnar þá eru bara oft þannig að þær byrja því að hreinsa út og maður fær bara svona ertingu undan þeim Já, og það geti breyst. já. Það er nú með svo margt þegar við erum í svona ferli að breyta eða prófa eitthvað, það er eins og líka með síni viðnám fyrst Já. og svo sættur hann sig við það. Já, og það tekur tíma bara líka á því olíurnar líka eru svo hreinsandi, þær fara bara að hreinsa. Það tekur tíma að hreinsa út. Já, Ok, það er önnur olía sem heitir Hyssop, sem er kannski Já. ekki mjög algeng olía. það er til kryddi, maður getur hissa upp kryddi líka, já. Ísópur heitir hún á íslensku. Já, Hún er bara skyld marjóram og þessum kryddtegundum, það eru nú allar skyldar mjög marga, piparminta, basil, þetta er allt svo skyldar jurtir. já, En hún er líka góð fyrir öndunina, andlega uppliftandi og svona setningin er an oil of purification og protection. við þurfum að því að halda. Já, Það er að það líkur við, sko, að því það er náttúrulega verið búið að tala um að hreinsunar eldin og allt það, en það líkur við sem að fara í gegnum svoleiðis ferli. við erum að gera það sko. Já, og þessina líka, og svo bara svo gott líka að hugsa jólin sem svona, ekki bara pakkaháttíð og fjölskyldahátíð, heldur líka svona hvíldar og endurnýjunarhátíð. Tímamót, endurskoðun. Já, það er náttúrulega bæði, sko, eru vetrarsólstöður á þessum tíma og svo áramótin, við erum að fara inn í nýtt ferli, þannig þetta er svona allar þessar breytingar, þannig að allt sem að getur hjálpað okkur og stutt okkur í gegnum það skiptir náttúrulega mjög miklu máli, sko. Algjörlega, og þá er líka einmitt gott að hafa að geta dreigi andan vel. Já. Svona í symbolist er það bara líka gott. Já. Að geta tekið inn, geta sleppt tökunum og allt þetta. Já. Kemur sögu í síðustu kvöldmáltíðinni og í krossfestingunni. Hissa? Já. Já. Það talaði mann í þessu ferli þarna í Já. Síðustu dögum Jesús. Já. Ok, þannig að hún er komin, Hyssop. Svo er það Cypress. Nú fyrir við að færa okkur aðeins nær þessu sem við þekkjum. Já. Cypress er mjög vel að frekar svona algeng olía, ótrúlega góð olía inn á allt flæði. Bara orkuflæði líkamans og bara orkuflæði, hún er í öllum svona blöndunum okkar sem er með flæði. Hún er veitu, hvað var hún aftur? Mann. Ok. Vona sé alltaf. Það sem ég var að lesa. Já. En setningin fyrir Cypress er an oil of transition og transformation. Vá. Já. Að færa sig yfir eitthvað nýtt og umbreyta. Það er þarna olíur sem ég myndi segja væri alveg súper fyrir ég greinilega þyrfti einhverja þeirra til þess að anda fyrst ég hljóp svona fyrir í kokkin á mér, en sko til þess að anda í kringum þennan tíma, því að sko vetrarsólstöðum marka tímamót og þetta erum við að halda upp á jólin á þessum tíma út af vetrarsólstöðum og svo koma áramótin og þetta er allt tímamót. Já. Svo miklar umbreytingar að gerast, þannig að já, algjörlega. Myndi vera mjög styrkjandi á þessum tíma, sko. Já. Og
og vetrarsólstur bara, og hérna alla svona hérna, sem stóru umbreytingar í hérna tunglhreyfingunum, getur við sagt, Já, já, þegar já, við erum að fara frá því að hérna, mesta myrkrið og yfir í að ljósið er að byrja að vaxa aftur. já. Já, það er mjög góðu tími til að stoppa við. Stoppa við, setjast niður, sjá hvað á að vera framundan, skerpa hugan með olíunum. Þetta er mjög þunn olía, mjög gott að nota hana einmitt bara, þú veist, á fæturnar, á herðarnar, alltaf það sem er spenna og eitthvað er fast. Já, Mjög gott að nota hana. já. Hún er mjög svona góð lykt af henni. Hún er líka góð fyrir tilfinningarlega, fyrir reiði, ergilsi, pirring, hjálpa okkur að losa. Þá ætti nú að vera gott að bera hana á svæðið yfir lifur og gallblöðru. Já, ábyggilega. Þar er hérna á kviðin, sko, undir rifbeinunum hægra megin. Já, og hérna, Þar er þetta, sko, einminna reiðina. já, þar er reiðin og pirringurinn og kvíðin. Nú sveldist mér á munnvatni. Já, Ok, þá erum við bara að fara að koma að sko stóru nöfnunum, sko. Og það er hérna frankincense. þú dásamlega olía, já, Reykjelsi sem er talað um í biblíunni voðalega mikið, an oil of spiritual freedom og quiet contemplation. Svona hérna til að fara inn á við, já, algjörlega olían til að fara inn á við. fyrir íhugun Já, og þessa þögn, við gleymum svo ofta að þegja. já, Og það er mjög merkilegt, sko, að fólk kemur heim og búin að vera í vinnuskarkal og eitthvað og það byrjar á að kveikja annað hvort á útvarpinu eða sjónvarpinu. Það getur ekki verið í þögninni. En kannski er þar sem að við fáum hugmyndir og þar sem að umbreytingarnar gerast. já. Og líka bara til að láta hausinn þegja, sko. Já, við erum aðeins að... Þess að stanslaus, Já, þess að eril sem er hérna í kollinum, sko. já. Við erum svolítið eins og í svona þeytispjaldi allan daginn. Já, ekki spurning. Þannig að frankincense er bara ótrúlega falleg olía, hún er alveg ótrúlega fallegan ilm, flestir elskar líka ilmin af henni. Myndi fólk setja hana í ilmúðara hjá sér? Það er náttúrulega bara alveg guðdónlega fallegt að vera með henni í ilmúðaranum og svo bara má setja henni í lóanum mitt og mitt eins og við gerum síðast, setja henni á þriðja augað. Já, Margir nota hana líka bara sem ilmvatn og hún er náttúrulega bara alveg frábær líka í andlitsolíur og allt þetta því hún er svona fegrunar olía. já, hún er svolítið mikið notuð í andlitskrem og hana þessar hef ég séð. Mjög mikið. Já. Mjög mikið. Vinkon mín notar hana sem ylvatn. Já, margir nota hann sem ylvatn og bara elska hann og hún er ótrúlega góð fyrir sko taugaspennu. Hún róar taugarnar. Já. Þannig að hún er mjög heilandi bara fyrir allt mögulegt en sérstaklega fyrir þá sem eru kannski með smá kvíða eða og svona óþægindi, spennu, óöryggi. Þess að margir sem stressa sig upp jól. Já, guð mig góður. Þau eru nú utan það, sko. Já. Jólastressið. Já. Ég bara skil það ekki, sko. Ég er löngu búin að kveðja það, sko. Bara, af hverju að vera stressað sig fyrir jólin? Ég man að það var, sko, innrætingi það átt að þrífa allt hátt og lágt. Já. Og ég man að heima hjá mér að það var skiptur svona pappír í eldhússkápunum og svo var bakað alveg í tólnatali og svo var eldaður matur og svo var eintóma veislur. Þannig að það náttúrulega var álag, en það er auðvitað hægt að gera þetta allt öðruvísi í dag. Já, einmitt. Og við þurfum ekki allar þessar kökur. Og ekki að þrífa á þessum tíma, miklu betur að þrífa í janúar og febrúar þegar byrja að birta aðeins aftur. Ég er sammálaði algjörlega. Og ef maður ætlar að kaupa jólagjafir, gera það tímanlega, vera búin að skipuleggja það. Já. Þannig að maður sé ekki í þessu stressi og bara, já, ég er einmitt að fara að hitta fjölskyldunum mínu næstu helgi, ég ætla bara að taka þetta snemma. Já,
gera það. Er það þá sest niður með óskalista frá öllum eða? Nei, þú veist, bara hittast í mat, sko, við erum Já, ekkert ég að, skil, já, og frábært. þetta er svona stærri fjölskylda. Já, Já, þannig að það er bara yndislegt. Góð fyrir orkustöðunar líka, hérna á þriðja augað, já, þetta er múin ótrúlega góð fyrir andlega líkamann okkar og hugleiðslu, þannig að frankincense er bara þessi stóra olía í þessari bók, í biblíunni sem er talað mjög oft. hún er gullið í gullinu. Hún er gullið. Já, Og svo er það mirran, þá er það bara hinn, það er sem tvær sem að ég svo barni fékk. já, Og mirran líka í mjög, mörgum blöndum, hún var notuð í heilagan smurning Móses, og hún er góð sem viðbótar olía í margar blöndur að því hún er með svona mjög stór mólekúl. Hún verður oft svolítið til vandræða að því hún er búin til úr trjákvoðu, alveg eins og frankincense er búin til úr trjákvoðu. Og já, trén eru á sömu ættar, mirran og frankincense, og líka ekki sisters heldur, mann eða ekki. Ok, hún er mjög þykk. já, Og verður svona fljótt mikið lím. já. Og það er hérna, með þessar þykku olíu þá þarf maður að bíða svolítið eftir Já, að komi dropar. Ég hef einmitt verið alveg hérna með glasið og það kemur ekkert úr glasinu og svo allt er þetta. já, einmitt, trjáolíur eru stundur svolítið þykkara því að það þarf að hafa stærra mólekúl. Já, og hún er svona góð bara eins og hún er binding, hún bindur líka hinn litlu mólekúlin aðeins, ef maður er að búa til ykkur að blöndu þá bindur hún þau, hún er svona gott, hvað heitir það, er eitthvað orðið yfir þetta sem ég man ekki eitthvað, Hún svona samfættir það svona. já, svona bindiefni, Já, já, og já, af því hún hefur þessu eiginleika svona, og þá eru þessi litlu efni sem eru þá í blöndunni eru þá ekki að gufa eins hratt upp. skil, já, Já, hún er náttúrulega bara ótrúlega heilandi líka. An oil of tranquility and peace. Þú veist, það er svolítið sammerkt með þessum olíum að þær eru svona róandi og slakandi en líka uppliftandi. það er greinlega mjög inn á andlega líkamann. Já, Það eru mjög mikið þannig og mjög háa tíðni. Þetta er fyrsta olían sem er nefnd í biblíunni, þegar Jesúbarnið fekk gjöfina og þetta er líka svona eitt af því sem að er síðast nefnt þegar Jesú var á krossinum og þeir buðu honum drykk mingled with myrru, sem sagt. já, þannig sem við blöndum mér út í, já, Já. já, Sem hann þáði reyndar ekki, en þetta var það sem og myrra var drukkin, hún var sett í vökva á drukkin í Egyptalandi. En Jesú var líka smurður með olíu áður, og það já. er mikið um það, Það voru náttúrulega allir sem voru svona bara eins og múmíurnar og svona, þetta var, öll líkin voru smurði í olíu. Já, og líka Það bara var ef maður náttúrulega. ætti að gera eitthvað gott fyrir einhver, þá var fólk smurt og þetta var gjarnan hellt yfir höfuðið og það Já. var ekki eitthvað lítið, sko. Það var Nei, bara, þú veist, þetta, eins og hann fekk bara einhverja marga lítra af einhverju olíu gefins að rétt fyrir kvöldmáltíðin og það var einhverjum hneykslast á þessu, þetta væri svo dýrar olíur já, og var ekki svo mikið. Þú veist, þetta var, og miðað við verðmætin, þá var þetta alveg ótrúlega, já, með samanburðin við gull, eins og við já, segjum. að þetta voru svo verðmætt efni, þá var alveg, sko, margir sem hneykslust ansi mikið á þessu, það var verið að gefa manninum svona mikið af Alla þessa olíu. olíu. Já, ég veit. Ok, þá er myrran komin. Og okkur til að góð fyrir húðina. Hún hefur þess að svona filmu, það er að setja hann á sár. Hún er góð á Já. sár. Já, ég veit. Ok, þá er það setarvút. Já, Setarvút. Setur þessu viður. Hérna er hún. Hún er Já. svona, hún er ekki dýr olía miðað við mjög margar í þessum pakka eru svona frekar dýrar. já, Og þessi svona, það er til nóg af henni, það er þetta búið til mikið af setarvút. já. Sko, þetta er oil of, Það er það ekki.
Hann vex nokkuð hratt líka, setur Já, sig. Já. einmitt. An oil of strength in times of crisis. Vá. Já, Ég held að það eru margir sem þurfa á henni að halda á næstunni. einmitt. Það er ekki sko, já, það fyrir eftir hvernig við lítum á hlutina eða hvað er að gera, en þú veist, fyrir ári síðan hefðu örgla margir í Grindavík þegið að eiga svona olíu Já, akkurat. þegar Þetta kemur svona. Hvaða ríkisstjórn eigum við nú eftir að fá? Við þurfum nú alveg á þessari að halda. Já, Ok, já, hún er líka svona bara mild, hún er í mörgum blöndum okkar, hún er góð fyrir svona einbeitingu. Og talaði hún sé mjög góð fyrir börn sem eru svona pínu út um allt. já, já, Og hérna fyrir sem hafa ekki einbeitingunni í lagi, þannig að hún er mjög góð fyrir það. Hún er í stressavegi blöndin okkar sem við tölum að því hún er góð fyrir streitu. Hún er svona, hérna, það talaði að hún hjálpa okkur að, og þetta er bara svona held ég úr biblíunni, hjálpa okkur að hérna, komast yfir sjálfsefa. það er náttúrulega ótrúlega flott vegna þess að það sem að er stóri vandinn í dag er að fólk treystir ekki sjálfu sér. Já, einmitt. Hefur ekki þetta innra traust sem þarf, það fær hugboð eða Já. það vill fara í þessa átt en ekki þessa átt og það treystir ekki alveg hlutunum. Akkurat og hérna, og kannski, ég veit ekki, það er mjög margir sem að hafa þörf fyrir það að vinna úr alls konar áföllum, af því áföllin sitja í líkamannu Já, og þessar neikvæðu hugmyndir okkar sitja í líkamannu. einmitt. Og það eru svo algjörlega frábæra til að hjálpa okkur að svona komast yfir þessar neikvæðu þessar efasemdir, þessar vantrú Já, og hjálpa okkur að stíga inn í kraftin. Það eru mjög margar sem eru bara mjög heilandi þannig. þannig, já, það eru, já, ég þekki það allt með að tilfinningarna sitja í líkamannum og þær sitja mjög lengi og kannski miklu lengur heldur flest okkar gera sig grein fyrir, þannig að vinna með tilfinningarnar og losa þær úr líkamannum er alveg stór vinna út af fyrir sig. Já, og maður þarf að gera það meðvitað. Já, Maður þarf að skoða þessar tilfinningar, maður þarf að sitja aðeins með þeim, nota olíurnar, sleppa tökunum og leiða þeim að fara. já, Olíurnar eru alveg frábæra til þess. já. Fara inn í Út af því þær fara inn á þessar tilfinningastöður heilans. tilfinningastöðvar heilans, já. Og inn í öll líffærina, því þetta situr í líffærunum. Já. Þannig hún er svolítið svona speslykt, þetta er svona trjálykt. Já, margir bara algjörlega elska hana og kannski margir sem svolítið þurfa á henni að halda. Já, ég held að eiginlega allir með sjálfsefan, það er ótrúlega margir sem að þú veist, virka mjög harðir og ákveðnir en svo kemur einhver upp í einhverju máli sko. Já, einmitt. Þannig það er bara styrking, þetta er bara sjálfstyrkingar olía. Sjálfstyrkingar, alveg klárlega. Já. Hún er líka góð til að slaka á, til að sofa betur, hún er í tranquil blöndunni, stressavegi, já. Falleg olía, hún er líka, já, það er eitt sem er með stresssetarút, hún inniheldur mjög mikið af mólekúlum sem heita sesquiterpen sem að hjálpa okkur að flytja súrefni, hjálpa blóðinu að flytja súrefni. Þannig að hún er frábær fyrir sem ferðaolía. Bara svona við flugveiki til að hjálpa okkur að fá súrefni aftur. Já. Upp í höfuðið og já. Ok, þá er bara ein olía eftir og það er aloe. Er hún líka í Þetta er sandalwood. Þetta Hún er kallið aloe í biblíunni. Aloes. Já. Þetta er ekki aloe vera. Nei. Sandalwood, já. Þetta er sandalwood. Hún er olía innri kyrðar. An oil of inner stillness. Hún er náttúrulega bara ótrúlega falleg líka. Mjög þykk olía. Þetta er bara, þetta er uppáhaldsolían mín í andlitsolíuna. Já, er það?
Hún er Þá góð fyrir sem þú húðina. blandar sjálf. Já, sem ég bý til, ég get sýnt ykkur hana. Hún er líka svona mjög þykk. Já, Hún er ofboðslega mjúkan ilm, ekki mikið lyktar líka því hún er hún er svo þykk, já, hún er ekki svona ríkur ekki upp í loftið. Hún er bara algjör draumur og hún er náttúrulega í þessu, Sandalwood já, Boswellia, bosvelja, já, kreminu. Sandalwood Hvað er Ultra, mínu? Já, já, sem er náttúrulega bara krem, já, ótrúlega krem. En ég bý bara til, ég set bara í svona dropaglas já, olíur og það er sko alveg frábært að nota frankincense, myrru og sandalwood. saman. Það eru allar ótrúlega góðar. Það er mjög, setarwood er mikið notuð fyrir hárið. Já, Alltaf í svona hárblöndum og fyrir hársvörðina því hún er svona, já, eikusúrefni. já, En þessi sem ég ger er sandalwood, það er svona aðaloljan mín. Blue Tansy, þess að þetta pildi blátt. já, Svo nota ég heili krisum sem er líka olja ótrúlega góð fyrir húðina og bara ég elska hana. Frankincense og stundur nota ég myrru, það er ekki alltaf og það er ekki alltaf hún er ekki alltaf nákvæmlega eins. nei, Og svo nota ég F6 burðarolíuna. já. Þar. En þú blandar þá bara nokkrum dropum í hvað? Já, ég nota, það er kannski svona helmingur eða minn en helmingur en kjarnaolja og svo íblöndunarolja. Já, Ég hef kannski sagt að sé svona 50-50. já, Ég er ekkert alltaf að telja dropa, stundum opnaði bara flöskun og helli í. já, Það er til marga fallegar uppskriftir já, á þessu sem er hægt að finna. Og þetta nota kópa íba líka á startbakkanum, lavendar auðvitað. já. Í húðolíu. Já, og í svona húðolíu, fegrunarolíu. Já. Mhm. En þú skrifaði bók. Já, einmitt. Eru uppskriftir þar? Það. Eru uppskriftir þar? Það er eitt kapli húðolíur. Já, Já, það er trúlega einhver uppskrift af svona andlitsserumi. Bara manni er það ekki. En mér finnst ekki ólíklegt. En það er mjög auðvelt að finna þetta á netinu. já, Og það er líka biblíuolíurnar í þessari bók. já, Það sem ég fer yfir þessi atriði sem eru svona aðalatriði. já. En ertu að selja bókina í bókabúðum eða er hún bara hjá þér? Já, hún er í öllum pennanum, Betra líf. Já, Gjafir, já, já. Þetta Já. er besta bókabúð. Þetta er besta bókabúðin, já. En veistu að það er svolítið gaman að segja frá því að því við erum að segja betra líf, sko. Verslun er nýorðin 35 ára. Já, Það var 2. nóvember, þannig að það er náttúrulega bara ótrúlegt að hún hafi lifað svona lengi eins og maður segir, því að það held að hún er bara búin daginn eftir eða eitthvað, þú veist það. það er alveg ótrúlegt. Já, alveg frábært. Þessu leið uppskrift af luxus olíu fyrir líf. Serumi fyrir húðina, já. Já, kjarnaolíubókin. Já. Heitir hún bara Kjarnaolíubókin? Hún heitir Viska andans og kraftur jurta í gegn kjarnaolíur. Það er ekkert annað. Mér finnst nú bara að heita á bókinni lýsir eiginlega öllum olíunum sem þú ert búin að vera að kynna fyrir okkur. Já, Þannig að það sem ég geri núna það er pennin og það er Betra líf og fleiri búðir sem hægt er að fá þessa bók í og síðan sit ég hérna fyrir neðan hlekk fyrir neðan myndbandið þar sem hægt er að smetla á ef að fólk vill panta sér þessar olíur sérstaklega já. og þá getur það lært en þú varst með svona blað til þess að lesa þessu upp olíurnar, er eitthvað svoleiðis sem fylgir pakkanum? Það er svona blað í pakkanum sem er meira biblical reference, er svona bara. Já. En segir hverju olíu fyrir sig smá. En það segir svolítið olíurnar inn á Young Living síðunni, þannig að þegar fólk pantar olíurnar þá kemst það inn á Young Living síðu og það komast allir á póstlista hjá mér og fá fréttabréf frá mér. Já. Ég er með mjög mikið af upplýsingum inn í svona Facebook-hópi sem fólk getur líka komið í. Já. Það sem er allir blöð. Já.
Og ég sé þú ert líka að bjóða upp á svona alls konar styttri námskeið, Já, einmitt. þannig að þú ert að kenna fólki meira hvernig það á að nota olíurnar sem er Já, dásalegt. bæði netnámskeið og heilsuklúba og svona allt mögulegt sem fólk getur komist inn í. Já, Komist inn í innan þessa klíku, hennan heim. nei, það er bara dásalegt. Ég ætla bara að segja takk æðislega fyrir þetta og ég bara býð spennt eftir mínum olíum og þetta verða öðruvísi jól. Heldur við hafa venjulega verið með þessu upplyftingu og umbreytingu sem við erum að fara í gegnum. Æðislegt að geta nota olíurnar fyrir það. Hljómar vel. Og bara takk fyrir komuna og við hefum eftir að hittast aftur því það er miklu meira sem hættir að fræðast vörurnar frá Young Living, svo við gefum okkur tíma í það. Takk æðislega fyrir Lilja. Takk fyrir hún, bara njótið vel. Takk.